talking games. Við erum online eða, já, alls það. Verið velkomin á skjáinn. Já. Og megi Guð blessa ykkur með þessum orðum sem ég les hér í dag. Sem við förum yfir saman hér. Og megi þetta vera blessun fyrir ykkur, eins og okkur. Amen. Guð er góður og Guð lætur aldrei á okkur hendinni. Og hann blessa varir okkar. Í Jesú nafni, amen. 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 And may these words be welcome to the screen, and may these words be a blessing to you, like it's for us, inspiration for you, and the Holy Spirit show you the meaning of the words. Og með heilagur andi sýna ykkur meiningu og orða sinna. In Jesú nafni, amen. Amen. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this wonderful Monday. Amen. Amen. Já. Oh, yeah. I'm going to read from John, and I'm going to read chapter 7 and 8. And these are long chapters, so there's a lot to go over. So it's going to take a little time, but we love listening to the word and meditate on the word. Við elskum að lesa orðið og hugleiða það og láta Guð sýna okkur hversu dýrlegur hann er. Í Jesú nafni, amen. Everybody say amen. Amen. Og allir segja amen. 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 And like always, eins og ávallt, þá byrjar fallega konan. Þetta á litli bæinn. My wonderful, beautiful wife is going to start this with a little prayer. Elsku Jesús, leggjum þessu stundu þínu hendi, Drottinn minn, heilagur andi. Ég bið svo blessir varir okkar Sigga og gefið þeim sem eru heima frið í huga sinn og hjarta sitt og blessir okkur öll. Í Jesú heilaga nafni, amen. Amen. Já, við ætlum að lyfta 5 nöfnum upp í Nei, við ætlum að lyfta nokkrum nöfnum upp í náðana. Allt í víkjað. Við ætlum að lyfta Frosta, Róberti, Jóni, Óskari, Eyði og Helgu. We ask you to ask God to bless them, and ask you to pray for them. Ask the Holy Spirit to help them with what they are dealing with, because God knows what they are dealing with, and we just need to pray, and like God always answers our prayers, and He's going to send His blessing from us. Yeah. So, við biðjum ykkur að biðja fyrir þeim sem þessum nöfnum og biðja Guð að blessa þau og biðja heilagan anda að stíga inn í þær aðstæður sem þau eru eiga við, og Guð, eins og þið vitið, Guð ansar okkar bænum og Guð stígur inn í aðstæður og blessar þau. Í Jesú nafni, amen. And everybody say amen on this wonderful Monday. So I'm going to start now reading from John chapter 7 og ég ætla að byrja núna að lesa frá Jónasi Guðspjalli frá kafla 7 og þetta verður blessun fyrir ykkur og svolítið langir kaflar. Það mun taka smá tíma að lesa. Ég ætla að byrja núna. Í Jesú nafni, amen. Amen. Eftir þetta fór Jesús Galíu. Hann vildi ekki fara til Júdeu, sökum þess að gyðingar sátu líf hans. Nú fór hátíð gyðinga og laufskálahátíðinni, þá sögðu bræður hans við hann: flyttu héðan og farðu til Júdeu, til þess að lærisveinar þínir sjái líka verk þín sem þú gerir.
Því enginn starfar í leynum ef hann vill verða alkunnur. Fyrst þú vinnur slík verk, þá opinberar sjálfan þig í heiminum, því jafnvel bræður hans trúðu ekki á hann. Jesús sagði við þá: Minn tími er ekki enn kominn, en yðar hentar allur tími. Heimurinn getur ekki hatað yður, mig hatar hann, af því að ég vitna um hann, að verk hans eru vond. Þið skuli fara upp eftir á hátíðina, ég fer ekki til þessara hátíðar, því minn tími er ekki enn kominn. Þetta sagði hann þeim og var kyrr í Galíu. Þegar bræður hans voru farnir upp eftir til hátíðarinnar, fór hann samt líka upp eftir, ekki svo að menn vissu, heldur nánast á laun. Gyðingar voru að leita að honum á hátíðinni og spurðu hvar hann væri. Manna á meðal var margt hann talað. Sumir sögðu hann er góður, en aðrir sögðu nei, hann leiði fjöldan í villu. Þó talaði enginn opinskátt hann af ótta við gyðinga. Hátíðin var þegar hálfnuð, fór Jesús upp í helgidóminn og tók að kenna. Gyðingar urðu forviða og sögðu: Hvernig hefur þessi maður orðið lærður og hefur þó ekki fræðslu notið? Jesús svaraði þeim: Kenning mín er ekki mín, heldur hans, sendi mig. Sá vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenning frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Sá sem talar af sjálfum sér leitar eigin heiðurs, en sá sem leitar heiðurs þess sendi hann, sannorður og í honum ekkert ranglæti. Gaf Móse yður ekki lögmálið, samt heldur enginn yður lögmálið, því sitji þér líf mitt. Fólks ansæði: Þú ert haldinn illum anda, hver situr líf þitt? Jesús svaraði þeim: Eitt verk gjörði ég, og þér undrist það allir. Móse gaf yður umskurðina, hún að vissu ekki frá Móse heldur feðrunum, og þér umskerið mann jafnvel á hvíldardegi. Fyrst maðurinn umskorinn á hvíldardegi til þess að lögmál Móse verði ekki brotið, því reiðist til mér að ég gjöri manninn allan heilan á hvíldardegi. Dæmið ekki eftir útliti, dæmið réttlátan dóm. Þá sögðu nokkrir Jerúsalemsbúar: Þetta ekki sá sem þeir sitja að lífláta? Og nú hann að tala á almannafæri og þeir segja ekkert við hann. Skyldu nú höfðingjar hafa komist að raunum að hann Kristur? Nei, við vitum hvaðan þessi maður Þegar Kristur kemur veit enginn hvaðan hann Jesús var að kenna í helgidómnum og nú kallaði hann bæði þekkið þér mig og viti hvaðan ég þó ég ekki kominn af sjálfum mér, en sá sannur sem sendi mig, og hann þekkti þér ekki. Ég þekki hann, því ég frá honum og hann sendi mig. Nú ætlið þér að grípa hann, en enginn lagði hendur á hann, því stund hans var ekki enn komin. En af altíðu manna tóku margir að trúa hann og sögðu: Mun Kristur gera fleiri tákn þegar hann kemur en þessi maður hefur gjört? Farisar heyrðu að fólk var að skrafa þetta hann, og æðstu prestar og farisar sendu þjóna að taka hann höndum. Þá sagði Jesús: Enn verð ég hjá yður skamma stund, og þá fer ég aftur til þess sem sendi mig. Þér munu leita mín og ég eigi finna. Þið geti ekki komist þangað sem ég Þá sögðu gyðingar sín á milli: Hver skyldi hann ætla að fara, svo að við finnum hann ekki? Hann ætlar þó ekki að fara til gyðinga sem dreifðir meðal Grikkja og kenna Grikkjum. Hvað var hann að segja? Þér munu leita mín og eigi finna, og þér geti ekki komist þangað sem ég Síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði: Ef nokkuð þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Sá sem trúar á mig, frá hjarta hans muni renna lækir lifandi vatn, eins og ritningin segir.
Þarna átti hann við andan þeir skyldu hljóta sem á hann trúa. Því enn var andi ekki gefinn þar Jesú var ekki enn dýrlegur orði. Þá sögðu nokkrir úr mannfjöldunum sem hlýddu á þessi orð: þessi sannarlega spámaðurinn. Aðrir mældu: hann Kristur. En sumir sögðu: mundi Kristur þá koma frá Galíu? Hefur ekki ritningi sagt að Kristur komi af kyni Davíðs og frá Betlehem, þorpinu þar sem Davíð var? Þannig greindi menn á hann. Nokkrir þeirra vildu grípa hann, en þó lagði enginn hendur á hann. Nú komu þjónarnir til æðstu prestana og farisæana sem sögðu við þá: hvers vegna komuð þér ekki með hann? Þjónarnir svöruðu: aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Þá sögðu farisæarnir: létuð þér þá einnig leiðast afvega? Ætli nokkur af höfðingjum hafi farið að trúa á hann, eða þá af farisæum? Þessi almúgi sem veit ekkert í lögmálinu, hann bölvaður. Nikodémus sem kom til hans fyrrum og var einn af þeim segir við þá: mundi lögmaður vort dæma mann nema hann sé yfirheyrður áður og að því komist hvað hann hefur aðhaft? Þeir svöruðu honum: ert þú líka frá Galíu? Gáðu að og sjáðu að enginn spámaður kemur úr Galíu. Nú fór hver heim til sín. Kafli 8. En Jesús fór til Olíufjallsins. Snemma morguns kom hann aftur í helgidóminn og allur lýðurinn kom til hans, en hann settist og tók að kenna þeim. Farisæjar og fræðimenn koma með konu, stanaði hórdómi, létu hann að standa mitt á meðal þeirra og sögðu við hann: meistari, konan þessi var staðin að verki þar sem hún var að drýgja hól. Móse bauð oss lögmálinu að grýta slíka konur. Hvað segir þú nú? Þetta sögðu þeir til að reyna hann, svo þeir höfðu eitthvað að ákæra hann fyrir. En Jesús laut niður og skrifaði með fingrunum á jörðina. Og þegar þeir héldu áfram að spyrja hann, rétti hann sig upp og sagði við þá: sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steina á hana. Og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta, fóru þeir burt einn af öðrum. Öldungarnir fyrstir, Jesú var einn eftir og kona stóð í sömu sporum. Hann rétti sig upp og sagði við hana: kona, hvað var af þeim? Sakfelldi enginn þig? En hún sagði: enginn, herra. Jesús mælti: ég sakfelldi þig ekki heldur, far þú, syngi ekki framar. Nú talaði Jesú aftur til þeirra og sagði: ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Þá sögðu farisæjar við hann: þú vitnar sjálfan þig, vitnisburður þinn ekki gildur. Jesús svaraði þeim: enda þótt ég vitna sjálfan mig, vitnisburður minn gildur, því ég veit hvaðan ég kom og hvert ég fer. En þér vitið ekki hvaðan ég kem né hvert ég fer. Þér dæmið að hætti manna, ég dæmi engan. En ef ég dæmi ég dómur minn réttur, því ég ekki einn með mér faðirinn sem sendi mig, og í lögmálinu ritað að vitnisburður tveggja manna sé gildur. Ég sá sem vitna sjálfan mig, og faðirinn sem sendi mig vitnar mig. Þeir sögðu hann: hver faðir þinn? Jesús svaraði: hvorki þekktu þér mig né föður minn. Ef þið þekktu mig, þá þekktu þér líka föður minn. Þessi orð mælti Jesú frá fjárhirslunni þegar hann var að kenna í helgidómnum. Enginn lagði hendur á hann, því stund hans var ekki enn komin. En sagði hann við þá: ég fer burt og þér munu leita mín, en þér munu deyja í syndiðar þangað sem ég fer geti þér ekki komið. Nú sögðu gyðingar: mun hann ætla að fyrirfara sér fyrst hann segi:
þangað sem ég fer geti þér ekki komist. En hann sagði við þá, þér eru neðan að, ég er ofan að. Þér eru af þessum heimi, ég er ekki af þessum heimi. Þess vegna sagði ég þér að þér munu deyja í syndum yðar. Því að ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þið deyja í syndum yðar. Þeir spurðu hann þá, hver ert þú? Jesús svaraði þeim, sá sem ég hef sagt yður frá upphafi, margt hef ég yður að tala og fyrir margt að dæma. En sá sem sendi mig er sannur og það sem ég heyrði hjá honum, það talaði ég til heimsins. Þeir skildu ekki að hann var að tala við þá föðurinn. Því sagði Jesús, þegar þér hefðið upp mannssoninn, munið þér skilja að ég er sá sem ég er og að ég gjöri ekkert af sjálfum mér, heldur tala ég það eitt sem Faðirinn hefur kennt mér. Og sá sem sendi mér með mér og hann hefur ekki látið mig einan, því ég gjöri ætíð það sem honum þóknar. Þegar hann mælti þetta voru margir að trúa hann. Þá sagði Jesús við gyðingana sem tekið höfðu trú á hann, ef þér stöðugir í orði mínu, eru þér sannir lærisveinar mínir, og munið þér þekkja sannleikann, og sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Þeir svöruðu honum, við erum níðjar Abrahams og við höfum aldrei nokkurt manns þrælar, hvernig getur þú þá sagt þér munið verða frjálsir? Jesús svaraði, sannarlega segi ég yður, hver sem syngar drýgir er þræll syndarinnar, en þrællin dvelst ekki aldur í húsinu og sonur dvelst þar aldur og ævi. Ef sonur gjörir yður frjálsa, mun þér sannarlega verða frjálsir. Ég veit að þér eru niðjar Abrahams, þó leitið þér við að lífláta mig, því að orð mitt fær ekki rúm hjá yður. Ég tala það sem ég hef séð hjá föður mínum, og þér gjörið það sem þér hafið heyrt hjá föður yðar. Þeir svöruðu honum, faðir vor Abraham. Jesús segir við þá, ef þér væru börn Abrahams, myndið þér vinna verka Abrahams, en nú leitist þér við að lífláta mig, mann sem hefur sagt yður sannleikann, sem ég heyrði hjá Guði. Slíkt gjörði Abraham aldrei. Þið vinnið verk föður yðar. Þeir sögðu við hann, við erum ekki hórgetnir, einn föður eigum við, Guð. Jesús svaraði, ef Guð væri faðir yðar, myndið þér elska mig, því frá Guði er ég útgengin og komin. Ekki ég sendur af sjálfum mér, það hann sem sendi mig. Því skildi þér ekki mál mitt, af því að þér getið ekki hlusta á orð mitt. Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gjöra það sem faðir yðar girnir. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lygina faðir. En af því að ég segi sannleikann, trúið þér mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig sinn, ef ég segi sannleikann, því trúið þér mér ekki. Sá sem af Guði heyrir Guðs orð, þér heyrið ekki vegna þess að þér eru ekki af Guði. Gyðingar svöruðu honum, er það ekki rétt sem við segjum, að þú ert samverji og hafir illa anda? Jesús svaraði, ekki hef ég illa anda, ég heiðra föður minn, en þér smánið mig. Ég leita ekki minns heiðurs, sá er til sem leitar hans og dæmir. Sannarlega segi ég yður, sá sem varðveitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Þá sögðu gyðingar við hann, nú vitum við að þú hefur illa anda. Abraham dó og spámennir og þú segir að sá sem varðveitir orð þitt skuli aldrei að eilífu deyja.
Ert þú meira en faðir vor? Abraham. Hann dó og spámennirnir dóu. Hver þykist þú vera? Jesús svaraði, ef ég vegsama sjálfan mig, er vegsend mín engin. Faðir minn er sá sem vegsama mig, en vegsama mig, hann sem þér segi er að Guði það, og þér þekkið hann ekki, en ég þekki hann. Ef ég segðist ekki þekkja hann, væri ég lygar eins og þér. En ég þekki hann og varðveitu orð hann. Abraham faðir eða vænti þess með fögnið að sjá daginn minn, og hann sá hann og gladdist. Nú sögðu gyðingar við hann, þú ert ekki enn orðinn 50 og hefur séð Abraham. Jesús sagði við þá, sannarlega, sannarlega segi ég yður, áður en Abraham fæddist er ég, þá tóku þeir upp steinar til að grýta Jesú, en hann dundist og fór út úr helgidómnum. Í Jesú nafni, Amen. Það er blessing til ykkar. Og þá núna ætla ég að spila þetta í King James 1611 eins og við gerum á allt hér að Grace Church and Daily Prayer. Það var svona, þetta er betur skrifað í King James. So it's better written. We're gonna play this in King James 1611 like we always do here in Grace Church on Daily Prayer, and like the scripture in King James 1611 is always better written than the Bibles we have. That's why we play King James 1611. It's always beautiful to listen to, and more details. It's beautiful scripture. It's a beautiful Bible, and God bless the scriptures. In Jesus' name, Amen. Og njótið að hlusta. Því veit flest allir Íslendingar skilja ensku, og njótið að hlusta á King James 1611. And enjoy listening to the King James 1611, and my beautiful wife is going to play this now. Be a blessing to you. John 7. After these things, Jesus walked in Galilee, but he would not walk in Jewry because the Jews sought to kill him. Now the Jews' feast of tabernacles was at hand. His brethren therefore said unto him, Depart hence, and go into Judea, that thy disciples also may see the works that thou doest. For there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, show thyself to the world. But neither did his brethren believe in him. Then Jesus said unto them, My time is not yet come, but your time is always ready. The world cannot hate you, but me it hateth, because I testify of it that the works thereof are evil. Go ye up unto this feast. I go not up yet unto this feast, for my time is not yet full come. When he had said these words unto them, he abode still in Galilee. But when his brethren were gone up, then went he also up unto the feast, not openly, but as it were in secret. Then the Jews sought him at the feast, and said, Where is he? And there was much murmuring among the people concerning him. For some said, He is a good man. Others said, Nay, but he deceiveth the people. Howbeit no man spake openly of him for fear of the Jews. Now about the midst of the feast, Jesus went up into the temple and taught. And the Jews marveled, saying, How knoweth this man letters, having never learned? Jesus answered them and said, My doctrine is not mine, but his that sent me. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself. He that speaketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. Did not Moses give you the law?
and yet none of you keepeth the law. Why go ye about to kill me? The people answered and said, Thou hast a devil. Who goeth about to kill thee? Jesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel. Moses therefore gave unto you circumcision, not because it is of Moses, but of the fathers. And ye on the Sabbath day circumcise a man. If a man on the Sabbath day receives circumcision, that the law of Moses should not be broken, are ye angry at me, because I have made a man every whit whole on the Sabbath day? Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. Then said some of them of Jerusalem, Is not this he whom they seek to kill? But lo, he speaketh boldly, and they say nothing unto him. Do the rulers know indeed that this is the very Christ? Howbeit we know this man whence he is, but when Christ cometh, no man knoweth whence he is. Then cried Jesus in the temple as he taught, saying, Ye both know me, and ye know whence I am, and I am not come of myself, but he that sent me is true, whom ye know not. But I know him, for I am from him, and he hath sent me. Then they sought to take him, but no man laid hands on him, because his hour was not yet come. And many of the people believed on him, and said, When Christ cometh, will he do more miracles than these which this man hath done? The Pharisees heard that the people murmured such things concerning him. And the Pharisees and the chief priests sent officers to take him. Then said Jesus unto them, Yet a little while am I with you, and then I go unto him that sent me. Ye shall seek me, and shall not find me, and where I am, thither ye cannot come. Then said the Jews among themselves, Whither will he go, that we shall not find him? Will he go unto the dispersed among the Gentiles, and teach the Gentiles? What manner of saying is this that he said, Ye shall seek me, and shall not find me, and where I am, thither ye cannot come? In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the Scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Many of the people therefore, when they heard this saying, said, Of a truth this is the prophet. Others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come out of Galilee? Hath not the Scripture said that Christ cometh of the seed of David, and out of the town of Bethlehem, where David was? So there was a division among the people because of him. And some of them would have taken him, but no man laid hands on him. Then came the officers to the chief priests and Pharisees, and they said unto them, Why have ye not brought him? The officers answered, Never man spake like this man. Then answered them the Pharisees, Are ye also deceived? Have any of the rulers or of the Pharisees believed on him? But this people who knoweth not the law are cursed. Nicodemus saith unto them, he that came to Jesus by night, being one of them, Doth our law judge any man before it hear him, and know what he doeth? They answered and said unto him, Art thou also of Galilee? Search and look, for out of Galilee ariseth no prophet. And every man went unto his own house. John 8. Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convicted by their own conscience,
went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go, and sin no more. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself. Thy record is not true. Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true. For I know whence I came, and whither I go. But ye cannot tell whence I come, and whither I go. Ye judge after the flesh. I judge no man. And yet if I judge, my judgment is true, for I am not alone, but I and the Father that sent me. It is also written in your law that the testimony of 2 men is true. I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me. Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me nor my Father. If ye had known me, ye should have known my Father also. These words spake Jesus in the treasury as he taught in the temple, and no man laid hands on him, for his hour was not yet come. Then said Jesus again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins. Whither I go, ye cannot come. Then said the Jews, Will he kill himself, because he saith, Whither I go, ye cannot come? And he said unto them, Ye are from beneath, I am from above. Ye are of this world, I am not of this world. I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. But if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins. Then said they unto him, Who art thou? And Jesus saith unto them, Even the same that I said unto you from the beginning. I have many things to say and to judge of you, but he that sent me is true, and I speak to the world those things which I have heard of him. They understood not that he spake to them of the Father. Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of Man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself, but as my Father hath taught me, I speak these things. And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him. As he spake these words, many believed on him. Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, Ye shall be made free? Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin, and the servant abideth not in the house for ever, but the Son abideth ever. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me, because my word hath no place in you. I speak that which I have seen with my father, and ye do that which ye have seen with your father. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth which I have heard of God. This did not Abraham. Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication. We have one Father, even God. Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Why do ye not understand my speech, even because ye cannot hear my word? Ye are of your father, the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie,
he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. And because I tell you the truth, ye believe me not. Which of you convinceth me of sin? And if I say the truth, why do ye not believe me? He that is of God heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Then answered the Jews and said unto him, Say we not well that thou art a Samaritan and hast a devil? Jesus answered, I have not a devil, but I honor my Father, and ye do dishonor me. And I seek not mine own glory. There is one that seeketh and judgeth. Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets, and thou sayest, If a man keep my saying, he shall never taste of death. Art thou greater than our father Abraham, which is dead, and the prophets are dead? Who makest thou thyself? Jesus answered, If I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honoreth me, of whom ye say that he is your God. Yet ye have not known him, but I know him. And if I should say I know him not, I shall be a liar like unto you. But I know him, and keep his saying. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it, and was glad. Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Then took they up stones to cast at him, but Jesus hid himself, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Í Jesu nafni, Amen. amen. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this beautiful Amen. Monday. Og allir segja amen og þessum yndislega Monday. Amen. Og elsku bróði Tóni, og æðislegt að sjá þig hérna á. Og Asian. Og Ísinn. Örgulega. Æðislegt að sjá þig hérna. Bræður mínir og yndislega að vera að hlusta á orðið og þetta að vera blessun fyrir ykkur og það er gott að hlusta á speki Guðs og Amen. því Guð er góður, Guð hefur skilning á öllu og þó við séum eins og við erum alltaf að gera mistök. Við lifum í náðinni og þegar við lifum í náð þá er fyrirgefningin alltaf og Guð er alltaf með okkur og Guð passar okkur og Guð reynir að svona hjálpa okkur að ganga veginn með sér og gera hlutina rétt og hann fer aldrei frá okkur því hann elskar okkur svo mikið því hann býð okkur til. Like this is, we are sinners, but God always stays with us because He loves us. He's our Creator. We are men and we do mistakes, but we are under grace. So He always forgives us. Gives us and helps us. That's our wonderful God. That's Jesus Christ, the God that is telling us and showing us through the scriptures that how we are supposed to do the things. And like He says, there is no good man. There is only a better version of us, and that's why we have to watch out for the man, but look up to God and let Him lead us, not the preachers. And don't look up to the preachers, look up to God. Like I'm a preacher, don't look up to me.
I make mistakes, but God never makes a mistake. So look up to God because the preachers can fall, and if you're looking up to the preacher, you're gonna fall with him. And so don't go and idolize the guy, a preacher. Don't look up to him and try to follow him. You have to follow God. Svo munið ekki líta upp til mannana eins og predikarana eða eitthvað, ekki fara að taka þá í guðatölu og því þá ef þið falla þá munið þið falla með þeim og því hafið alltaf Guð sem ykkar sannleika og leitið ávallt Guðs við spurningar og ekki að svo í katólsku kirkjunni þá kennt að það að leita til biskupa og annað og það nei, Jesús kennur okkur annað að við erum að eyða stund með honum og þegar við gerum það þá sýnir Guð okkur með sínum heilaga anda og sýnir okkur hvað er rétt því við eyðum tíma með honum og erum í hvílu með honum og það er mjög mikilvægur þáttur að eyða tíma með honum og því kennur Jesú okkur þetta að eyða stund með sér eins og ritningi segir frá upphafi það er einn Guð það er Faðirinn, Sonurinn og heilagur andi, einn Guð í Jesú nafni, Amen. In Jesus' name, Amen. There's one God, the Father, the Son, the Holy Spirit, one God. In Jesus' name, Amen. Amen. And we don't separate this is just one God. In Jesus' name, Amen. And that's our mission here. And Praise Church and daily prayer is just to spread the good news and like Jesus told us to do. God told us to do, just read the good news. Svo Guð kenndi okkur, Jesús kenndi okkur, lesið og komið áfram með góðu fréttirnar og það er það sem við að predika og koma áleiðis og segja góðu fréttirnar sem er Nýja testamentið og það sem við erum að boða er það sem skeður eftir krossfestingu Jesú Krist. Þá dettur allt lögmálið í burtu og nýtt kemur í staðinn. Þá kemur náðin í staðinn. Og losar okkur undan bölinu sem við þurftum að reyna að uppfylla sem við gátum ekki uppfyllt því að lögmálið ólaði sér synd því að við gátum ekki, maðurinn getur ekki haldið lögmálið og ef þú brýtur eitt lögmál þá ertu komin í syndina og þetta gat maðurinn ekki gert og því kom Jesú Kristus og losaði okkur undan þessu. Í Jesú nafni, Amen. And like the scriptures tell us, Jesus walked on the cross and he died for our sins and he took us from the law and all these things that the man couldn't hold up to and because if we broke one law then we broke the whole thing and then we were under curse and because the law produce sin and that's what Jesus took away and gave his mercy on us and we are under the grace. Amen. That's a blessing and that's why he loves us. He loves us so much that we don't have an understanding of this. We think we know what love is, but God is love
with understanding that we don't have. It's just God. It's just pure love. Guð okkar bara hrein ást til okkar. Og alveg sama hversu gölluð við erum, þá hann alltaf með náð sína yfir okkur. Það sem að há. We are, he always have love for us. He loves you. Yes. Doesn't matter what you feel or what you do or what you think you're doing that is wrong. He always loves you. Yes. He always loves you, doesn't matter what it is. He always forgives, and this is just him. He is just pure love. Amen. And that's the beautiful thing about God. Remember that. That's why we are not judging anybody, and you're not supposed to judge anyone, and because God doesn't judge you. So there is no, he doesn't judge you for what wrong you do. He always loves you, and he always builds you up. If you do mistakes, you go to him and and he helps you, and he always helps you. He never gives up on you, and that's the God we have. So, þegar þú gerir mistök og annað og í lífinu og þá kemur Guð alltaf og hjálpar þér alveg sama hvað. Og hann elskar þig svo mikið. Því hann ekki mannlegur eins og við. Og við erum alltaf að eiga við þennan frjálsa vilja okkar, og þessi frjálsi vilji okkar svolítið þetta að fara í þetta holdlega og það sem að leiða okkur til Jesú Kristus vinnur okkur undan djöflinum, en það sem við erum að eiga við þessi frjálsi vilji sem hann gaf okkur, og frjálsi vilji okkar, honum langar í hluti út af því að við erum mötuð hérna af alls konar vitleysu, og við leiðum svolítið í þá gildru að halda að það sé lausnin og það sé það sem að gefa okkur einhverja lífsfyllingu, en það bara ekki svo. Guð lífsfylling, because God is our filling, and he gives us enjoyment, and he gives you. Amen. Amen. So everybody say amen on this beautiful Monday. Amen. Og þið segja amen á þessum yndislega mánudegi. Og með þessu orð í dag hafa verið blessun til ykkar, og ef þið hafið spurningar að sendið okkur í einkaskilaboðum og við skulum svara þeim. Og það stundum þá förum við hérna og ég svara því sem að lagt hérna á skjáinn, og stundum komum mikið að spurningum, stundum aðeins minna, en það bara eins og það Yes. And if you have some questions and you want us to answer them, then you can send us private messages, and we will answer them. Yep. And may these words on this beautiful Monday bless you, and meditate on these words that God spoke today. Yes. Með þessi orð sem við lásum hér í dag hafa verið blessun til ykkar, og hugleiðu þau og látum Guð gefa ykkur skilning á þeim. Og við elskum ykkur hérna á Íslandi, and we love you here from Iceland, and like always we're gonna end this on
Oh, yeah. I forgot one thing. If you are on the screen here and you haven't received God into your heart, then I'm going to give you the chance to receive God into your heart. Like God promised, if you believe that Jesus Christ went on the cross, died for your sins, cleansed you completely with his blood from all sin, and he rose on the third day, and he is alive today, and you believe this in your heart, then God promised to come into your heart. The Holy Spirit comes into your heart if you believe these words, and then you're gonna be the child of God, and then you can pray to him and ask him to do your things for your things, and he's gonna answer you, because you have to believe in him, and then you can ask him to help you, and that's how it works. And he promised this: if you have these words after me, then he promised to come into your heart. This is his promise. He did this for me, and he did this for my wife. And a lot of people, the team here, he did the same thing. Og þið sem eru hérna að hlusta og leggja ykkur séns á því að tækifæri til þess að ganga Guðs veg og fá Guð inn í hjarta ykkar, því Guð lofar því að þú trúir þessum hlutum í ritningunni, og Jesús hafi farið á krossinn og hann hafi dáið fyrir syndiðinnar og hann hafi hreinsað þig með blóði sínu af allri synd, og hann hafi risið á þriðja degi og hann sé lifandi í dag, og þá manna heilagur andi kominn í hjartaðir og frelsa þig í Jesú nafni. Amen. And everybody say amen. Drottni, so hafið þessi, I'm gonna start this in Icelandic, so have these words after me. Yes. And may this be a blessing to you. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að sett svona Guðs, ég trúi að sett svona Guðs, ég trúi að hafi dáið á krossinu fyrir syndi mínar ég trúi að hafa dáið á krossinu fyrir syndir mínar og að dýrmætt blóð þitt hreinsar mig af allri synd. og dýrmætt blóð þitt hreinsa mig allri synd. Ég trúi að ég risu upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndi mínar ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar og þvo mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurnýjaði anda minn endurnýjaði anda minn og gerði mig að nýri sköpun í þér. og gerði mig nýrri sköpun í þér. Ég opnaði hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og ég bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi velja að fylgja þér, Frá þessum degi velja að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. og lifa samkvæmt á orðið þínu. Þakka þér Jesús Þakka þér Jesús að fyrir blóð þitt er ég nýsköpun, að fyrir blóð þitt er nýsköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskar af þér. og elskar þér. Í Jesú nafni, amen. Og vertu velkomin í Guðs ríki, Amen, þú Jesús. sem hafðir þessa bæn hér með mér. Í Jesú nafni, amen. Amen. Now I'm going to read this in English, so have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you're the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all sin. and that your precious blood cleansed me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely and wash me completely with your blood. with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now and ask you to come into my life. and ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and that
and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Thank you, Jesus, Jesus, that through your blood I am cleansed, that through your blood I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' In name, Jesus' name, amen. amen. Everybody say amen. Yeah. Það er spurningar oft vakna hérna út af faðirvorinu eins og við förum með það. Ég fer með faðirvorið eins og það var gert í byrjun. Ég fer með faðirvorið eins og það var gert í byrjun. Því faðirvorið var breytt og því Guð leiðir reynir ekki að frista okkar og það kemur í faðirvorinu. Já, það kemur eitthvað do not lead us in temptation. Nefnir þá er það. Já, Bara faðirvorið. keep us from temptation, er það ekki? No, Heldur en lead us. don't lead us into temptation. Já, ég segi það. Yeah, it's not like Þú er this. svo þreytt sko, ég er ekki alveg Yeah, með önskuna á hreinu. it's not like this. Yes, It's- no. it's hold us from temptation. Yeah. That's the original scripture. Yes. And that's why we go with the original. That's, Yeah. hold us from temptation Mhm. because he's not trying to tempt us and holding us from his temptation. It's not like that. Og eins og faðirvorið það er upprunalega haldtu oss frá freistni en ekki að Guð sé að frista okkur og það er ekki þannig. Þessu var breytt en ég er bara með upprunalega faðirvorið. Já. Til hlusti á faðirvorið eins og það er í upprunalegri útgáfu. Og það gerum við hér í Grace Church on Daily Prayer because we want to have the scripture right. Við viljum hafa ritninguna rétta. Amen. Amen. Svo hlustu á faðirvorið eins og það er í sinni útgáfu. Amen. Faðirvor, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo í jörðu svo í himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldunautum. Haldu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Já. þú hafðir þetta og mynduð þetta er upprunalega faðirvorið. Já. Í Jesú nafni, amen. Og við elskum ykkur hérna á Íslandi og we love you here from Iceland and yndislegt að hafa ykkur á skjánum. I love have you the team here on the screen. Yeah. You're loyal and we love you. And may God bless you on this wonderful Monday. And God bless. God bless. Bye bye. We Góða love nótt. you. Góða nótt. Good night here in Iceland. Góða nótt hérna á Íslandi. And have a wonderful day in America. America, that side, on the west side. But it's kind of starting to come morning time in the east side in Asia. It's starting to come morning time there. Við elskum ykkur hérna á Íslandi og we love you here from Iceland. Bye bye. Bye. Okay. Love. Veistu? Það er bara Facebook sem er að stöka. Já.